á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, eins og ég sagði ykkur áðan, þá ætlum við að fara yfir í síðasta viðmælanda kvöldsins. En það hann Baldur Þór Ragnarsson, styrktarþjálfari og sjúkraþjálfari. Komdu bless á sæll höfðingi. Eða með meira styrktarþjálfari, afsakið. Ég bara túlkaði vitlaust. Já, ég styrktarþjálfari og körfuboltaþjálfari. Já, já, nákvæmlega. Herðu, en já, þú ert að þvælast í útlöndum núna? Já, ég bara í frí í Orlando. Já, og hvað er verið að bara liggja á ströndinni þá? Já, það er bara verið að aðeins svona endur það batteri, náður maður heldur á stað aftur í baráttuna heima. Já, en já, þú varst núna í kringum 20 ára landsliðið okkar sem að, fengu silfur á Evrópumeistaramótinu. Það er kannski ekki allir sem átt að sjá að þið komið öllum á órum þarna, eða ekki? Jú, þetta var náttúrulega bara mjög gaman að taka þátt í þessu og sérstaklega að spila mót svona sterkum þjóðum eins og Rússum og Gríklandi og Pólandi og Svartfjallalandi og vera að vinna þessar þjóðir. Þetta var náttúrulega bara mjög stórt þannig séð og bara mjög gaman að taka þátt í þessu verkefni. En þú hefur ekki nógu þurft að fylgjast með strákunum, þá varstu vinna bara í kringu teimið, þá varstu mest megnis eða ekki alveg að fulla leikrin önnu lið? Eða? Já, ég var þarna aðstoðarþjálfarinn hjá Finn Frey Stefánssyni og ég var að sjá um skátingið og það náttúrulega bara, snýst það að horfa á leikina og klippa niður bara leikkerfin og hvað þessi lið er að gera og fara síðan vel yfir það. Þegar þið mætið til leiks, þetta litla Ísland að ná silfurinu þarna, það er kannski almenn hlustandi átt að segja kannski ekki á því að þetta er ótrúlega lygilega góður árangur. Já, í sjálfu sér, vissum við samt að við værum með mjög gott lið í höndunum, þannig að við vissum svo sem að það gæti allt skeð og þóttu síðan þá litla Íslandi þá einhvern veginn trúðu alltaf að við getum unnið allt og alla og höfum náttúrulega verið að ná mjög góðum árangri í fótboltanum karlamegin og handboltanum til margra ára og körfuboltinn komst á lokamót og við teljum okkur vera búin að finna svona aðeins leiðir svona til þess að geta spila við þessi lið á þessum hæsta kaliberi og þannig að við trúðum því alveg að við gætum gert eitthvað á móti þessum liðum Já. En svona eins og þessi strákar sem við erum með núna, þetta er svona miðað við hvernig körfuboltinn er búin að vera, þeir virðast svona að framtíðin sé bara björt í körfuboltanum miðað við allan að hvernig þetta var í fyrra Eurobasketi fyrst skiptið og svo bara silfur í U20. Já, náttúrulega við erum með mjög flotta leikmenn að koma upp og það var þarna bara kjarni í þessu liði sem ég held að eftir að vera alhanslismenn í framtíðinni og jafnvel bara vera liðið uppi, þannig að það voru mjög efnilegir leikmenn á ferð og eða halda rétt á stöðunum og halda áfram að vera duglegir og að vinna sínum markmiðum eins og þeir hafa verið að gera, þá eru þeim allir vegir færir í þessu En fyrir körfuknattleiks leikmannin á Íslandi, við erum nú ekki stórir en það er það ekki svolítið mikið atriði að vera að þjálfa sér rétti það ekki svona eins og nú ert þú að sérhefaði í styrktarþjálfun og margir segja að þú sér bara svo best á landinu. Hvað er það hvað er það svona sem þú sérða tekur eftir, er eitthvað sem þú sérð með hvernig er eiga að styrkja sig betur í körfunni á Íslandi? Já, það er náttúrulega liðin á Íslandi í körfunni eru farin að gera þetta mjög betur en var gert áður. Það eru flest liðin með strákara sína í einhvers konar styrktarprógrammi og það er verið
það er ekki verið að fara inn í salinn og gera bara eitthvað, heldur er verið að gera markvissa hreyfingar sem kannski líkjast eftir íþróttinni og kannski markviðið er að lágmarka meiðsli og horfa á þetta kannski svona aðeins sem langklaup, ekki bara reyna að labba inn í salinn og taka eins þungt og getur á fyrstu æfingunni sko. Það er verið að reyna að byggja menn svona aðeins upp meira eins og íþróttamenn, ekki þetta bodybuilding atriði sem hefur svo oft verið í gangi og það skila sér í sterkari og hraðari íþróttamönnum þegar þú ert farin að gera þetta, að sinna styrktarþjálfun markvisst eins og íþróttamenn eiga að vera að gera og þeir eru komnir allir í þessa leið sem sagt í dag, þannig að það er svona, þú veist, og það náttúrulega skila sér bara í betri íþróttamönnum. Já, nákvæmlega. En auðvitað má alltaf bæta þetta sko, við erum ekki, þú veist, ef við berum okkar alveg saman við önnur lönd, þá erum við ekkert með eitthvað perfekt utanum liðin, skilur, eða eitthvað svoleiðis, sko. Þú veist, við varum alveg til í að fara bara eitthvað í mánuð í einhverja æfingabúðir og sinna öllum þáttunum alveg meinlega, skilur, en þeir eru kannski, þú veist, við erum kannski að æfa út allt land og þú veist, allir kannski svona þurfa að vera svona í meira fjardæmi með styrkin sinn, heldur en að þú getur verið yfir þeim alltaf, sko, af því að já, eins og ég segi, þú veist, þetta er svolítið út allt bara, því að þeir þurfa náttúrulega að vera að vinna sína vinnu og svona strákarnir, þetta er ekki atvinnumanna umhverfið, skilur mig. Nei, en já, þú náttúrulega sjálfur ert eða ekki búin gegnum tíðin að eiga við meiðsli í körfubolta, það er alltaf hægt að ekki að fyrirbyggja með réttri þjálfun á milli. Jú, ég náttúrulega kannski sjálfur brendi mig svolítið á því að vera að gera vitlausa hluti í lyftingasalunum þegar maður var að byrja. Það var sem sagt ekki byrjað á grunninum, heldur byrjað kannski bara beint í það að fara í eitthvað sem maður réð ekki við. Og þá náttúrulega, svo er maður líka alltaf að gera mikið þegar maður er svona eitthvað einn að reyna að finna út úr hlutunum. Og ég alveg lenti svolítið í því og fór í þessi álagsmeiðsli í hnjám og beinhimnubólgu og þessi bara álagsmeiðsli sem menn hafa verið að fá af því að það er verið að gera vitlausa hluti og maður var alveg til í að vita það sem maður veit í dag þegar maður var 16 ára sko, en maður lærir bara af mistökunum sínum og þess vegna er maður, þú veist, mjög strikt á alla leikmenn sem er að koma upp í dag, að koma inn í einhvern farveg og álagsstjórna þeim strax frá byrjun. Af því að þetta er, þú veist, vanalega þessi álagsmeiðsli eru, það er bara léleg þjálfun sem er í gangi. Þannig að það er lykilatriði svona að hver einstaklingur sem er að iðka íþróttina þeir hugsi að leita sér sérfræðinga sko í staðan fyrir að fara bara í lyftingasalinn og halda þeir getið þetta allt í gegnum Google. Já, alveg klárlega og svo líka þurfa allir að vinna saman, styrktarþjálfarar, sjúkraþjálfarar og íþróttaþjálfararnir og reyna að finna góðan grundvöll fyrir hvar álagið á að vera hverju sinni. Þannig að þetta er alltaf svona meir en bara einhver einn maður geti stjórnað þessu öllu, það er svo margir með puttan í þessu. Áður en ég sleppti þér þá verði ég nú að spyrja, var ekki svolítið erfitt að ná öllum niður bara eftir mótið? Já, svo sem ég veit ekki, ég er náttúrulega komin niður, en ég er náttúrulega bara kvatti strákan á núðum og svo var ég komin til Róland og daginn eftir, sko, þannig að ég held að þessi strákar séu fljótir að fara og fókusa bara næsta hlut og þeir sem eru á yngri ári liðinu hljóta bara ætla að gera sitt besta í vetur og svo koma tvíaldir til á næsta ári og spila í A-deildinni. Þannig að þú ert bara úti að njóta þig núna og bara slá bassa eða ekki? Það er bara að vera að taka bassan inn úti, sko. Já, nákvæmlega. Baldur Þór Ragnarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið vel á leiktíðinni. Verður þú leikmaður eða ekki áfram að spila með Þór í vetur? Já,
daginn eftir maður kemur heim. Þannig að það verður mikið að gera í þjálfun og kannski eitthvað að sprikla með, maður sér til hvernig maður að fíla sig, hvort að maður sé orðin bara fyrir eða hvað maður að fara að gera. Já, þú ert alltaf að halda ragga við efnið, eða ekki? Maður alltaf með ragga í hægri vasanum og reynir að passa hvað hann að gera, þannig að jú, ég alltaf með hann í styrta þjálfun og með hann á prógrami með hvað hann að gera, þannig að það verður lengi breyting þar á næstunni. Baldur Þór Ragnarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið vel. Og njóttu takk fyrir það. Blessaður. Ok, bye. Baldur Þór Ragnarsson, styrktarþjálfari 20 ára landsliðsins og já, líka í Þorlákshöfn og gott betur en það. Körfuboltaþjálfari og það hægt að kynna sér í honum. Hann með síðu fyrir styrktarþjálfara og áhuga sama og það Baldur Þór einkaþjálfari. Minni með að héta. En nú það bíli, ég fallin á tíma. Sportátturinn þakkar fyrir hlustunum í kvöld. Minnum á fullta íþróttaviðburðum framöndan og sjálfsögðu, núna klukkan 10:01 þá hún Hrafnhildur Lúthersdóttir að synda úrslita sundið á Ólympíuleikunum. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Fylgstu með á Facebook. Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli.